Þú ert að hlusta á Lúkasar guðspjall úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Þóra Karítas Árnadóttir. Lúkasar guðspjall er hluti af Nýja testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Lúkasar guðspjall, 1. kafli. Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra viðburða gerst hafa meðal okkar. Samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur frá öndverðu voru sjónarvottar og urðu þjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostgæfilega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að rita samfellda sögu fyrir þig, göfugi Þeófílus, svo að þú megi ganga úr skugga sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst Á dögum Heródesar konungs í Júdeu var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría af sveit Abía. Kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu réttlát eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hníin að aldri. Eitt sinn röðin kom að sveit Sakaría og hann þjónaði sem prestur í musterinu, þá féll það í hlut hans samkvæmt venju prestómsins að ganga inn í musteri drottins og fórna reykjelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykhelsisfórnin var færð. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykjelsisaltarið. Sakaría varð hvert við sýn þessa og ótta sló á hann. En engillinn sagði við hann: Óttast þú eigi, Sakaría, því að bæn þín heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans, því að hann mun verða mikill fyrir augliti drottins. Aldrei mun hann drekka vín né áfeikan drykk, en fyllast heilugum anda þegar frá móðurlífi, og mörgum Ísraelsmönnum mun hann snúa til drottins Guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til að snúa hjörtum feðra til barna sinna og gefa óhlýðnum réttlátt hugafar og búa drottni alltíðaðan líð. Sakaría sagði við engilinn: Hvernig get ég vitað þetta? Ég gamall og kona mín hníin að aldri. En engillinn svaraði honum: Ég Gabríel sem stend frammi fyrir Guði og Guð sendi mig til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. En nú verðurðu mállaus. Sample complete. Ready to continue?